Þannig að ef þetta biblíunnar ykkar, þá ykkur velkomin að fara í fyrsta Korinthubréf 11:2. It's the charger, it's not plugged into the electricity something. En það sem ég langar að byrja á einn tilvíðun sem Charles Spurgeon kom með sem var predikari í Bretlandi. Og hann sagði einn setning hans var að lygin fer hálfan hnöttinn áður en sannleikurinn búinn að láta á sig skóna. Og þetta var hans leið til að segja að fólk oftast leitast eftir það sem er spennandi og lygin ofta það sem er spennandi fyrir þeim og eitthvað nýtt. Eins og til dæmis ef þau hafi farið í hagkaup á laugardagskvöldum að þá séum við að nammibarinn fullur af fólki og eplið situr á hillunni hjá einhverjum. Að við eigum það til sem manneskjur að leitast í það sem er sætt, það sem gefur okkur eitthvað gott bragð en ekki endilega það sem gefur líf. Við sáum þetta með þess að, ég veit ekki, eins og með kosningarna hérna var eitthvað þetta. Fólk að ljúga hvert annað, einn hópur að segja þetta hinn hópinn. Sérstaklega í Bandaríkjunum, það bara eins og þeir séu náðu svo okkur allt öðru leveli, hvort það er Hillary Clinton eitthvað nýtt að gerast náttúrulega hana eða Trump að segja eitthvað annað eða hvað sem það var. Við erum mjög dugleg að leitast oftast í staðreyndir sem oft mjög lítið byggðar á ykkur. Þannig að við sækjumst í eitthvað sem er svona spennandi sem að kitlar eyrun. Og það er ástæðan fyrir því að Charles Spurgeon sagði þetta líkið fyrir kringum hálfan hnöttinn áður en að sannleikurinn búinn að láta sig skóna. Og í dag þá erum við að fara í 2 punkta sem fara mjög á móti hugsun nútímans sem er þessi boðun og kenning. Að boða og kenningar. Og í okkar þjóð þá er tekið því sem heilagur sannleikur, ég veit ekki hvort þið hefur takkið eftir þessu þegar þið talið við fólk trú. Ég lenti til dæmis upp á Akureyri á hótelinu frá 11 á kvöldin til 3 nóttina, mjög spennandi samtali við 4 íslenska gæja og þeir voru alltaf með sína hugmyndir trú. Og eitt af því sem kom upp var að einn gæinn kom og hann sagði mér er alveg sama hvernig fólk trúir í rauninni en við vitum öll að trú er persónuleg trú og við eigum ekki að vera að tala það. Og þetta ég veit ekki hvort þið hafa rætt í þessu, þetta er eitthvað sem við lendum mjög oft í að fólk býst við því að trú okkar er að vera persónuleg, lokuð fyrir okkur en ekki eitthvað til að tala við þeim. Þetta er bara eitthvað sem við eigum að trúa og við eigum að halda í. En kaldhæðnin er auðvitað svo að með því að segja þetta, með því að segja að þau ekki að boða trú, þá þeir raunverulega að boða sína trú. Og það sem er merkilegt er að þannig svíkja þau trú eða sannfæringu sína með því að deila henni með okkur. Fyrir þá sem segja að við eigum að halda trú okkar fyrir okkur, rauninni að deila trú sinni með okkur, með því að segja þessa hluti. En í þessum okkur dag þá erum við að sjá að Páll, hann flutti í Korinthumönnum kenningar sínar. Og mér langar bara að við dveljum á einu versi í dag, að 1. Korinthubréf 11:2. Og í 1. Korinthubréf 11:2 þá segir þetta: Ég hrósa ykkur fyrir það að þið í öllum minnist mín og haldið fast í kenningarnar eins og ég flutti ykkur þær. Þannig að Páll, hann fer svolítið á móti nútíma hugsun, hann fer inn í borg sérstaklega til þess að deila trú sinni með öðrum. Og þannig að hann deilir trú sinni með öðrum og hann í þeirri vonum að þeir sem að heyra boðskap hans snúi sér frá ranghugmyndum sínum og til Krists. Og mjög á móti nútíma hugsun hvernig þeir eigum að hafa trú. Að vissum leyti þá skil ég nútíma hugsun, það er sérstaklega að við kemur frá því sjónarmiði að sannleikur er eitthvað sem við búum til, að ég er með minn sannleik og Sigrún er með sinn sannleik og Helgi er með sinn sannleik og við erum öll bara að gera okkar einn sannleik, þá skil ég alveg að það verður hrókafullt að ég myndi segja að minn sannleikur verður meira gildur en þinn. En raunveruleginn sá að þessi hugsun er rönga svo mörgulegur. Að sannleikurinn er ekki eitthvað sem við búum til í innræðinu okkur. Sannleikurinn er það sem við leitumst eftir að öðlast og skilja. Hann er ekki eitthvað sem við finnum með því að leita inn á við, hann er það sem við finnum með því að leita út á við. Við þurfum að þekkja sannleikann til búa hann til. Og með því að segja að það er ekki endanlegur sannleikur eftir komin í rökvöldu þar sem að setning þín myndi vera endanlegur sannleikur. En Páll, hann fór ekki rétt húnar þessa tíma. Hann fór og boðaði þetta. Í samfélagi, kannski var samfélagi þá líka þannig að
Það var allt í lagi ef þú trúðir svo lengi sem þú talaðir bara ekkert það. En svo hvernig var þetta þegar víkingarnir tóku kristna trú fyrir 1000 árum eftir Krist og við erum kristin þjóð, að þá var hvað sagt, við erum kristin þjóð en það þarf að vera heilingi og gerði það bara hver, Þannig að hann boðaði yfir og Jesú Kristi fyrir vonum að óvinir sínir gerðist bræður og systur. Þetta eitthvað sem við verðum að gera. Þetta eitthvað sem við verðum að gera. Og einhverjum hér inni eru lífæðir þannig að þeir geta auðvitað að tala við hóp og fólki og sagt eitthvað hei, hver vonin við dauðanum? Eða þú getur bara labbað eitthvað 20 manns og þú getur sagt hei, tölum Jesú Krist. Svo kannski aðrir inni sem eru með allt öðruvísi einkenni. Að þú kannski dettur í hug einstakling sem þú getur ekki hægt að biðja fyrir og þú getur ekki hægt að hringi í og langar að setjast niður og deila með fagnaðarinn. Svo aðrir sem tilbúin að taka upp mikrofón og tala með 1000 manns en finnst mjög óþægilegt að deila einn og einn. Þannig að við erum víðið og mismunandi hátt en eitt sem við verðum að gera, eitt sem kemur ekki annað til greina í þessum okkar dag að sjá það Páll boðaði og við erum að og það Páll hann boðaði tíma og við verðum að gera það saman. Og Guð hefur gefið okkur mismunandi gjafir sem byggja þessi kirkju. Mismunandi gjafir þess að mismunandi fólk heyri Jesú Krist. Það einhverjir sem á Friðberg myndi ná til sem að Guðrún gæti aldrei ná til og sömuleiðis að Guðrún getur ná til eitthvað sem Friðberg getur aldrei ná til. Guð hefur gefið okkur mismunandi gjafir sem byggja okkur kirkju. Gefur okkur mismunandi gjafir þess að fólk í kringum okkur fá að heyra fagnaðarinn, fá að heyra Jesú Krist. Okkar ekki að panta gjafina, heldur þegar við fáum gjafir frá Guði. Að spyrja hvernig get ég notað þetta til þetta tíma? Hvernig get ég notað þetta til þetta tíma? Eins og einhver sagði að gildi manns ætti ekki að meta eftir hæfileikum hans, heldur eftir því hvernig hann tekst að nýta það. Það skiptir engu ef þú ert með gjöf sem Guð er að gefa þér eða hæfileika sem Guð er að gefa þér, ef þú ert ekki að nýta þá hæfileika á þann hátt sem Guð er að gefa þér þess að mót nýta. Hvernig gjafir hefur Guð gefið þér til þess að boða trú í okkar samfélagi? Kannski ekki hérna á þetta í fyrsta skipti. Ég ætti að boða trú. Kannski hefur þú keypt þennan sannleik frá nútímalegu hugsun að við ættum ekki að vera að gera þetta. Að trú eitthvað sem ég ætti að trúa ekki að tala um. En það sem við sjáum í hugun okkar að vera öfugt. Að ástæðan fyrir við erum öfugt og þeir eru að boða trúna. Ástæðan fyrir því að við erum hér í dag að einhver stóð og predikar. Einhver kynslóð langt aftur í tíman hefur spreyst og einhver einstaklingur kom til okkar og deildi fagnaðarinn með okkur. Og af hverju vorum við? Er það að hloka? Er það að við hafa rétt fyrir okkur? Ég veit að það tíman hengur. En þess eru fullt af þannig, ég veit að við höfum hittan fólk sem fer út og segir að við frá það er raunverulega út af því að þeir vilja fá fólk til þess að viðurkenna að þeir hafa rangt fyrir sér og að þessi aðeins sem boðaði trúna hefur rétt fyrir sér. En við ættum að boða því að boðskapurinn sem er verið svo besti sem þessi heimur hefur bótt á. Þú ert ekki sölumaður sem hefur enga trú á höfu sinni að reyna að selja öðrum á. Þetta þú neitandi. Þú ert neitandi á fagnaðarinn. Þú hefur séð hvernig fagnaðarinn umbreytir þér og umbreytir hugsun. Umbreytir lífi og þá förum við út og við segjum að við frá. Við þurfum ekki að vera sölumenn sem hefur ekki trú á söluvörun okkar og fara út og þurfum að vera neytendur fagnaðarinsins. Við höfum smakkað, við höfum gleymst. Við vitum hversu góður Guð er og við förum út og segjum að við frá. Hversu auðvelt er að gera þetta með bíómyndir. Og ég veit að það er kannski alltaf þessi hátt og því að bíómyndir móðga ekki eins mikið og trúarbrögð. En við fáum það út og segjum við frá. Því við höfum fengið að neita að fagna henni. Við höfum fengið að fagna því að Guð hefur komið til okkar þegar eitthvað náttúrulega nálgast hann og við förum út og segjum að við frá. Og þetta er lykilur mismunandi fyrir mismunandi fólk. En ástæðan bak við það, af hverju við förum út, af hverju við segjum frá, er því að það er ekkert meira í þessu lífi, ekkert mikilvægt. Það er ekkert stærra, það er ekkert meira sem þú gerir. Þú getur gefið fjölskyldunni fullt af peningum en þessi peningar verða engu ykkar. Það er bókstaflega lögmál náttúrunnar sýnir okkur að allt sem við sjáum verður einn daginn farið. Þú getur skilið eftir bíla og hús og peninga og eignir, allt verður farið einn daginn.
En spurningin hver verður hliðina á að syngja drottni lof á loka deginum. Og mér langar að lesa eina uppbóðsversunum mínu sem í Rómarbréfinu 10. kafla. Vers 12-15 en myndi vilja geta það að fyrir þetta syngingar. Og Páll að skrifa hana líka. Hann segir, ekki munur á gyðingi og grískum manni, því að hinn sami drottinn allra, fullríkur fyrir alla þá sem ákalla hann. Því að hver sem ákalla nafn drottins mun orkun verða. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt um? Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver predikar? Og hver er predikar en hann sem sendur? Svo orðið hversu fagurt fótatak þeirra sem færa fagnaðarboðinu góðu. Og ég stend hér í dag til þess að segja þetta, ef þú ert meðvirk þessu kirkju, farðu og boða. Farðu og boða, farðu og segðu öðrum frá. Ekki bara með lífi þínu þrátt fyrir það að líf okkar þarf auðvitað að sýna að við séum að þjóna drottni okkar, ekki bara tala Jesú Krist, heldur lifa fyrir það. Heldur opnaðu munnið þín í daglega lífinu með vinum og fjölskyldum í skóla eða vinnu. Opnum munn okkar og tölum hvað Jesús Kristus hefur gert. Hvað sem það því í samtalið mömmu þínu að standa út á götuhöfni að reyna að tala við ókunnuglega. Eða standa með mikrofónu fyrir fram hóp af fólki og tala Guð eða þú færði með þannig tækifæri. Það er það punkturinn sem við heyrum með að Páll fer út og hann boðar þegar við verðum að boða. Þessi trú boðunar trú, við förum út við breytist og við getum ekki talað um það. Við getum ekki hægt að tala um það. Og svo annar punktur okkar í dag sem kenningar. Og í okkar talið þá tölum við ekki bara einhverja kenningar, einhverja sérstakar kenningar. Það eitthvað sérstakt sem boðunar. Við förum út og við, eins og við varum að syngja á það þessari God of Jacob. Við merkjum eitthvað það. Guðmundar hefur notað sig til að merkja hvaða Guð hann Því að það fullt af falsguðum í okkar heimi. Og það sem við förum út að við förum út og tölum einn sérstakann Guð, ekki bara Guð. Því að það fullt af fólki sem tilbyður alls konar Guði sem falsguðir. Við förum og boðum eina sanna Guð. Sem hefur frelsað okkur frá syndum okkar, sem hefur gefið okkur von í vonleysvöldum. Og fólk hefur og við komum í okkur talið þá tölum við ekki bara kenningar, þetta er sérstakar og ákveðnar kenningar. Við komum ekki bara full af náð og reynir sannleik. Eins og Jesús Kristus kom full af náð og sannleik. Og villan báðum megin. Það er fólk sem vil boða algjörða vitleysu og það hættir ekki að tala. Það við hitt þessa mannesku. Hún kemur heim til ykkar, vottar Jehóva til það fyrst þær eru mjög duglegir að tala og koma í heimsókn, mjög áhugaverðar heimsóknarstundum. En það er fullt af fólki sem vil boða trú og það talar en það boðar ekki sann. En svo öðrum megin er villan að fólk sem þekkir sannleikann, sem veit hver sannleikurinn en það segir ekki. Það sem við verðum bæði að boða og að þekkja. Bæði að vita þær kenningar sem við boðum og svo fara út og boða þær, því að ef við boðum bara eitthvað, þá skiptir einhver máli hvað við erum að boða. Og fólk hefur sagt um mig að það elskar Jesú en það hatar Guðfræði. Ég myndi segja að það er ekki að aðskilja þetta tvennt. Guðfræði er bókstaflega að fræðast hver Guð er. Pældi orðinni, Guðfræði. Þetta passar ekki hvernig við erum á ensku. Guðfræði er að fræðast hver Guð er. Hvernig ætlum við að segja ég elskar Guð en okkur ekki að tekja? Það er ekki að vita meira hann. Og aðrir hafa sagt mig til þess að Guðfræði dregur trú fólks. Þess vegna tek ég eftir að því meira sem við þekkjum hlutina, því meira sem við vöxum skilning á hver Guð er, því breytumst við. Við breytumst þegar orðin byrja að hafa áhrif á okkur. Ég legg til að ástokkur gagnvart Jesú er ekki hægt að aðskilja frá löngu ég þekki hann betur. Og svo í rauninu kallast Guðfræði. Að vaxa í kenningum á sig. Að vita hvað það er sem Páll kenndi, hvað það er sem Biblían kennir. Hver Guð okkar er, hvernig hann lítur út, hver einkennir hann, hvað einkennir Guð okkar.
hvaða eiginleika ber hann, hvaða eiginleika erum við að bera ef við viljum endurspegla hans stíl. Í versinu númer 1 í kaflanum 11:1 þá sagði hann fylgin mér á meðan ég fylgi Kristi. Þannig að áherslan var svo að þið eigið að fylgja lifnaðarhættunum, horfið á hvernig ég lifi og fylgi því. En hér þá er hann að segja ekki bara fylgja því sem ég geri, heldur hlusta á það sem ég segi og kenni það sem ég sagði. Guðfræði er ekki bara að lesa bækur. Guðfræði er þótt það sé hluta því að fræðast hver Guð er. Guðfræði fyrir í sér líf í lofgjörð. Í erfiðleikum getum við lofað Guð þrátt fyrir að hann sé sinn sami í dag og eilífð, þrátt fyrir að aðstæður okkur breytast og fólk segir mismunandi hluti og særir mann. Get ég ennþá lofað Guð fyrir hver hann er? Get ég ennþá verið staðfastur í kenningum mínum að vita hver Guð er og hvað hann hefur gert? Að upplifa það að Kristus sé klættur okkar í erfiðleikum. Að upplifa það hvernig heilagur andi starfar í manni og umbreytir manni og breytir hjarta manni og hugarlagi og augum manns. Það er guðfræði, það er fræðast hver Guð er. Að upplifa meiri lotningu fyrir því þegar við hugsum persónuverk Jesú Krist og hvað við gert fyrir okkur á krossinum. Þau upplifum það að Guð Faðirinn sendi út og það sem hann hefur gert þess að frelsa okkur í synd okkar. Og í fyrirvæðsum var Páll að hvetja til að fólk sem væri í Korintu að fylgja því sem hann gerði og nú er hann að segja þeim að fylgja því sem hann sagði. Samliðalöfum er þessi. Og fólk segir það skiptir ekki máli hverju við trúum eða bara hvað við gerum ef við görum þetta í þessu. Ég myndi að þetta er mann sem kemur heim eftir vinnu og hann segir við konuna sína, henni farið út, gefur mér rósir og segir, ég má panta tíma í hlut fyrir þig, ég ætla að sjá hann krakkana og konan fer út og hún fer í hlutið í klukkutíma eða eitthvað og hann sér krakkana og svo verður hann mat eftir hlutið og það eins og hann kemur heim og hann svælir krakkana og þegar konan kemur heim þá er hann taka til öllu heimilinu. Allt komið í TikTok stand og konan er að pæla af hverju í ósköpunum hann er að gera það sem hluti. Við hugsum þessa senu og hugsum vá, geðveikur eiginmaður. Og svo einhver kannski dömur sem er að leita sér eiginmaður að hugsa já, við þurfum svona guðlega kallmenn í þetta samfélag okkar og við rendum okkur þessum kalli. En ímyndum okkur að við getum nú séð þetta í hausinu á hann og við getum séð ástæðuna á bakvið allt sem hann var að gera. Og ástæðan var svo að hann keypti bíl sem að konan var að segja nei við og hann gerði án hennar samþykkis og hann er að gera alla þessa hluti til þess að mýkja áfallið þegar hann segir til loksins að hann er að kaupa draumabílinn sinn sem hún var að segja nei við. En við vitum ástæðana á bakvið það sem hann gerir, sérstaklega ef ástæðan er svo að hann vil bara mýkja það ranga sem hann er búin að gera þá skiptir allt í mjög litlu máli hvað hann var að gera með konuna sinna í þennan einu dag, hann fór mjög á móti þig. Hann reytir öllum aðstæðum og þannig að þegar fólk segir það skiptir engu máli hvernig við trúum, þetta er bara hvað við gerum, þá er það ekki satt. Það er ekki satt að við ástæðan baku allt sem við gerum skiptir rosalega mikið máli. Ástæðan góðverk okkar og kærleika okkar og tilgangs okkar eru hvernig við kennum. Ef við finnum hvernig við trúum og hver Guð er og hvað hann hefur sagt okkur að við erum og hvað við erum að gera. Til dæmis er Mattheus 7. kafli, ef við mann eftir þessu, það sem að kallar koma til hans. Þeir standa fyrir fram Guð, þeir eru búin með lífið sitt, þeir standa fyrir fram Guð og segir, Herra, Herra, sérðu þetta hlutina sem við gerðum í þínu nafni. Við köstum út djöflum, við gerum kraftaverk, við predikuðum og kenndum í þínu nafni. Það sem Guð segir þá er farið frá mér einhverja menn til í þekkingum. Við gerðum fullt af hlutum en við gerðum það af einhverjum ástæðum. Ég þekki ekki á það. Þannig að byrja mér á svona okkur. Við vitum sjálf að þetta er ekki rétt hugsun. Þeir gerðu hluti en gerðu þá þegar við vonum að þessir hluti myndi gera þeim réttlæti. En rétt sögufræðin frá grunn að við gerum hluti því að við höfum þegar fengið réttlæti frá Kristi en frá Kristi.
Og svo eru það kenningar eins og þurrar. Af hverju get ekki fyllt hjarta mínu? Ef einhver hefur fundið það í þessari kirkju, sérstaklega tilfinningar ekkert fólk, þá þurfa að meira tilfinningar ekkert fólki í kirkjun okkar. Ég veit það, við þurfum að leyfa því að blómstra á annað eins. En það sem magnað að þegar Biblían talar hjarta okkar, þá notar hún orðið hjarta ekki í samhengi eins og heimurinn notar það í dag, þar sem að fylgja hjartanu sínu þýðir að fylgja tilfinningum sínu. Þegar Biblían talar að hjarta okkar, þá erum við líka að tala vilja okkar og þrá. Þá erum við líka að tala hugsanir okkar og tilfinningar. Þannig að okkur leikist að fylgja hjörtum okkar, svo lengi sem að hjörtum okkar eru umbreytt af Kristi, umbreytt af heilugum anda, og að hjarta okkar sé ekki lengur tilfinningum heldur eru hugsanir okkar og vilji að umbreyta tilfinningum. Og við guðum tilfinningum þínum ekki leiðast á tilfinningum. Það er mjög slæm leið til þess að gangi gegnum lífið að láta tilfinningar leiða hugan þinn og vilja. Frekar skalt að láta viljan þinn leiða tilfinningar. Það er kenningar sem við boðum, það er kenningar Biblíunnar, það er kenningar postulunnar, kenningar Guðs. Það sem Guð er leiðbúinn til trúar okkar og tilveru og sköpunar. Það er hann sem er leiðbúinn til alls þess sem við gerum. Okkar þörf á frelsara og að aðeins ein leið okkar, ein leið líka til Guðs og það er við Jesú Kristus sem hann hefur gert á krossinu. Það sem Guð gefur sannleikar og við fylgjum. Og kannski er einhvers sem segir ósammála sumir af því sem Guð hefur að segja. Og ef þú ert hér inni og skal við hugga þér það er að vissu leyti góðsvið. Ef þú lest Biblíuna og þú ert aldrei ósammála, eða ef þú ert með Guð sem að þú ert aldrei ósammála, þá eru líkurnar þær að þessi Guð þinn er skapaður í þinni mynd. Að þú skapaðir Guð sem er alveg eins og þú, sem samþykkir allt sem þú samþykkir, hugsar alveg eins og þú, veit að þú gerir allt sem þú vilt gera, þá er það mjög líklegt að Guð þinn er skapaður í þinni mynd. Að þú gafst þér annan nafn og byrjar að tilbyrja. Þegar við komum á staði og við þurfum að glíma við og við þurfum að gefa okkar niður, við leggja niður okkar hugsanir og segja ok, Guð, ég veit að þú veist betur. Ég skil ekki af hverju þú hefur gefið mér þessa reglur fyrir mitt líf en ég veit að þú veist betur, ég veit að þú ert drottinn, ég veit að þú ert Guð og ég er sköpur. Ef þú ert ófullkominn syndur manneskja og ert aldrei ósammála fullkomnum og almáttugur Guði, þá ættum við að íhuga okkur. Ættum við að íhuga hvort að við séum að fylgja eina sanna fullkomna Guð ef hann segir aldrei neitt sem að særa okkur eða kallar eftir breytingum í okkar lífi. Þá er einn maður sem sagði að ágangur að musteri viskunnar byggist á því að við gerum okkur grein fyrir eigin fáfræði. Þannig að til þess að koma að visku þá fyrir við fyrst að átta okkur á að við vitum lífið. Það sem er magnað er að við þurfum að ótrúlega mikið að læra. Við þurfum að leggja ótrúlega mikið á okkur til þess að vita hvað við vitum lítið. Til þess að loksins fatta hvað ég skil ótrúlega lítið í heiminn. Það er ótrúlega erfitt að komast á þessa stað. Og í kenningum okkar þá leitast við eftir að vita, en við minnum svo sama tíma að við vitum raunverulega mjög lítið. Að við sjáum í gegnum skuggsjá að eins og þá sjáum við örlítið til Guðs en einn daginn þá munum við sjá örlítið til örlítis. Einn daginn þá munum við skilja því að hann setjum til frá okkur og hann segir. Við gerum okkar besta að grannskoða þrátt fyrir að það sé aðeins í skuggsjá. Og við horfum til þess dags að einn daginn þá mun svara spurningum okkur líka fyrir. Þá munum við vita betur hver hann er, þá munum við sjá hann í allra sinni dýrni án þess að augu okkar beinist að öðrum hlutum eða fólki. Okkar þekking veitir vilja okkar og okkar vilji veitir tilfinningum okkar. Og með kenningum okkar veitist menning okkar. Það er magnað að þú er kannski trúleysi því sem hlustar og hugsar að trúarlega kenningar er það sem er að þessum heim. En ég vil segja, passaðu við að segja ekki trúarlega kenningar, það er svolítið mjög vítt hugtak. Þetta er eins og ég vil segja, hugmyndafræði er það sem er hættulegt við þennan heim.
þá myndi ég vonast eftir því að þú myndir stoppa og segja, hey, hugmyndafræði er svolítið vítt og breitt. Það er hugmyndafræði nasista og svo er það friðarsinna hugmyndafræði. Svolítið vítt og mismunandi hugtök þar inni og ég vil segja það er raunverulega þannig að sum trú er slæm og hættuleg. Sérstaklega ef hún er drifin og efur á hatri og lygi. En trú drifin sannleikur á þegar mjög góð fyrir henni. Umbreytir okkur. Umbreytir hverju við gerum og af hverju við gerum það. Til dæmis í rómversku samfélagi fyrir 2000 árum þegar fyrsta Korinthubréfið er skrifað fyrir 60 árum eftir Kristi eða svo að þá var tíðkast það til dæmis að fólk sem vildi ekki börnin sín þá var alltaf lægi að skilja börnin sín eftir færingunum úti þess að veðrið myndi drepa börnin sín nóttina. Þannig að það eina sem pappinn þurfti að gera þegar maður rétt eftir að lesa þetta er að snerta ekki barnið og þá mátti konan heldur ekki taka upp barnið sitt. Þannig að ef hann vildi ekki, hann veist ekki á blikuna, ef það kom einhverju gallar, þá er ekkert mál að setja barnið bara beint út og leyfa nóttin að koma og barnið myndi deyja út. Það sem er manna að sagnfræðikennir okkur er að þegar kristni byrja að pompa upp, þegar kenningarnar byrja að koma að við verðum öll sköpuð í mynd Guðs og það er eitt að við séum hér, við séum lifandi, við öndum og við lifum þýðir að þú ert með gildi. Að hver og einn manneskja, hvort sem það sé með bæklun eða fötlun eða sjúkdóm, að við erum öll með gildi því að við erum sköpuð í mynd Guðs okkur. Og það sem kristnin byrjuði að gera á þessum tímum er að fara út nætur og taka börnin sem aðrir voru að henda frá sig og deyja. Og þeir byrjuði að taka út börnin sem enginn annar vildi út af kenningum sínum. Út af guðfræði sinni, út af því að þeir horfa á Guð, þeir horfa á reyningarna og þeir skildu að þeirra sannleikur var öðruvísi en sannleikur samfélagsstæði. Að rómverskt samfélagi þá er ekki gildi í einstaklingum, þetta er samfélagi. Þannig að ef þú þurftir að drepa 100 einstaklingar til þess að vera gott fyrir samfélagi þá var það ekki mál því að það sem skipti var samfélagi. En kenningar kristni byrjaði að umbreyta hugsunar að hver og einstaklingur er með gildi, hver og einstaklingur á að vera virtur og elskaður. Og það er Guð sem er brunnur okkar visku, það er Guð sem er brunnur sannleikans. Og því miður þá viljum við jafnvel kirkjunni. Við viljum ekki neita af brunni sannleikans, þannig viljum við gerast það. Við viljum þykast að við ákveðum hvað er rétt, hvað er slæmt. Við viljum ákveða sannleikann. Ég vil lifa ekki sem skapari í lífinu Guðs, heldur sem Guð. Og ég er gefast kenningum póstulunum, þá er að gefast kenningum hans sem sendir þá. Við erum að minna okkur á að það er Guð sem er brunnurinn og við erum neyðin. Að hann er skaparinn og við erum sköpurinn. Hann er sannleikur og við leitum sér að leggja hendur á sannleika. Við skapum einn sannleika. Og þetta er nákvæmlega það sem frumkirkjan gerði, við skrifaði þetta niður þá í Póstulasögunni öðrum kafla, versum 41 og 42, þá tekið það fram að þeir byrjuðu að hittast daglega í heimahúsum og musturum og gáfu undir kennslu póstulana. Þannig að frumkirkjan alveg frá upphafi byrjaði að gera nákvæmlega þessa hluti. Og ég veit að fólk í nútíma samfélagi það hugsa kenningar, af hverju þurfum við svona fröngsýn? Og það sem merkilegt er að trú okkar er fröngsýn. Hún er fröngsýn af því leitinu til að við trúum að þessi sannleikur og sannleikur er alltaf fröngsýn. Annarkvæmt er vatn blautt eða það er þurrt, það er ekki bæði og, það er mjög fröngsýnt. En það sem við trúum er líka að þessi sannleikur sé opinn öllum þeim sem hugjast. Það bókstaflega skiptir ekki máli hvaða húðlit þú ert með, það skiptir ekki máli hvaða tungumál þú talar. Það skiptir ekki máli hvaða menntun þú ert með eða fjárhagsaðstöðu þú ert í. Þessi sannleikur, þá fyrir að sannleikur sé fröngsýn af því nefnum til að hann er sannleikur. Þá er trú okkar vísinn af því nefnum til að allir vilji taka við þessum sannleikum. Og hver er Jésu? Ef þú svarar bara þessari spurningu, ef þú ferð út og þú getur labbað götum, við spurt fólk, við gerum þetta fyrir 90 og spurt fólk fyrir þér, hver er Jésu Kristur?
það Jesus sem að Ísland kennir sem að bara spámaður? Það Mikael ekki engill eins og vottaði Jehóva að kenna? Var hann einstaklingur sem var fjölklæddur maður sem að stóð sig mjög vel í lífinu og gerði svo guð eins og mormonar kenna? Var hann upplýstur eins og búddistar kenna? Var hann geðugur maður eða fullur af ráðþungum eins og trúleysingjar kenna? Í kenningum okkar munum við að Guð í hold kominn til þess að deyja í stað stjórnarsins. Til þess að gera Guð okkar, ekki einungis að dómar okkar, heldur einnig verjandi okkar með því að greiða skuldir okkar. Það það sem fagnaðarindið það sem við förnum á hverju viku. Það sem, ef þú er kristinn, búin að fræðast þetta. Þannig að ástæðan fyrir, ef þú kemur til mín með vandamál, þá spyr ég alltaf fyrst hvernig gengur í bæninni og hvernig gengur í að lesa og því ég trúi því að því meira sem við fræðumst Guð, þá skiptir sjónarmið á öllum aðstæðum. Það er svo merkilegt, ég og konan mín vorum að tala daginn þegar Mikael greindist með krabbameini, að það kom ekki ein stund þar sem ég efaðist blóðmest Guð sem fyrir nokkrum árum með það podcast. Og vorum að tala hversu þakklátt við erum fyrir að hafa guðfræði, fyrir að kenningar okkar verði þar í standi að við getum lofað Guð í saman hvaða aðstæðum koma. Að við vitum að þrátt fyrir að aðstæður breytast og fólk bregst og hvaðan það gerist að þá er Guð okkar hinn saman. Að sannleikurinn ennþá svo hann saman og við lofum hann fyrir hvað hann við gerum. Er það boðað trú til annarra? Erum við að tala þessar gleði fréttir? Á Francis Bacon, gott eftirnafn, eitthvað Bacon. Hann sagði, hvað er sannleikur? Spurði Pílatus í hárið og við ekki bíða eftir svari. Og það magna er að hann spyrði hvað er sannleikur þegar hann er að horfa á sannleikur í hóldinni. Að það var sleppa Kristi til að leitast í sannleikan. Ef svo er, þá var sannleikurinn eftir að leiða þig í annan Kristi og raunverulega leitast í sannleikan. Öðru hverju þá þetta mennum sannleikan en flestir standa upp aftur og halda leiða sinna eins og eftir það í gerst. Ég viss það. Ég viss það að helvíti er fullt af fólki sem sagðist að hugsa þetta seinna, það til seinna kom ekki aftur. Hafði áhuga á sannleikunum. Ég bið þig, hafði áhuga á sannleikunum. Ef ekki sannleikans vegna, þá sjálfstíðs vegna. Kannski eftir ég að þú gafst þig þessu án þess að átta þig til fulls hversu mikið kostaði ránkumundum að leiða þig í burtu og það er fátt jafn hættulegra heldur en lygi sem er blönduð sannleika. Fátt jafn hættulegra en að mæta ykkurum til þess sem að tala eins og Kristinn en meina eitthvað allt annað. Þess vegna er rosalega merkilegt að tala til þess með mormona eða votta Jehóva. Þeir nota öll sömu orðin en þeir meina allt aðra hluti. Gefðu þig undir kennslumanna sem meina þeirra orðið Guðs, ekki því sem kýpar eignum. Lífið er eins og að standa á einu opni sviði. Þar sem þú stendur með fiðlu og þú átt að spila fyrir framan sal og þú verður aldrei spilað á friðláður. Við eigum eftir að gera fullt af mistök. Það áttur að vera vandræðilegt til við eigum eftir að læra en málið er að trú okkar kallar ekki eftir að fullkomnum kallar eftir iðrunum. Erum við tilbúin að leggja líf okkar niður og segja Guð í það lögum við. Og eftir eitt er að sjá, þannig að við sjáum einhvern hlut. En annað er að veita því sem þú sér einhverja athygli. Og hið þriðja er að skilja það sem þú gefur athygli. Það er allt annað mál að læra af því sem þú skilur. Þannig að það sem skiptir máli er ekki sýn okkar, er ekki athygli okkar einungis, er ekki einungis það að skilja eða að læra. Þannig að við hefjumst handa með því að þú hefur lært, með því sem þú hefur lært að læra þessu. Það segja að við förum út, þannig að okkur núna þá er samkominn okkar að fara að enda. Að við förum út með það að leiða og segja að okkar er að boða, okkar er að standa á kenningum. Að hafa grundvöld, saman hvað aðstæðum, saman hvað þjáningar koma að fara, saman hvað aðstæðum breytast. Að vita að kenningar okkar eru stöður.
Að sannleikur okkar stöðugur. Að Kristur klæddur okkar. Við erum að þekka fyrir orð sem Guð hefur gefið og leyfa þeim að leyfa okkur í að lifa í ljósið þeirra. Við erum að lesa eitt seinasta versina, Míka 6:8, svona áður við förum að syngja aftur. Hann segir, hann hefur sagt þér maður hvað gott sé og hvað heittar drottinn annað af þér en að gjöra rétt, ástunda kærleika og framganga í lítillæti fyrir Guði. Það er svo merkilegt að hugsa Míka, hann er í Gamla testamentinu, það sem hann þekkti fyrir trú, þá þekkir við nafn. Þeir vissu konung en við höfum heyrt þyrni konung Krist. Þeir spáðu konu hans og við höfum heyrt konu hans. Prestarnir þeir fórum við á altarinu, við höfum séð okkar æðsta prest fórum sjálfum séð á altarinu. Þannig að segjum öðrum frá, fyrir að tölum, fyrir að síðan frá, fyrir að lifa í ljósið þess að hann er áfram. Skulum biðja og skulum syngja. Og það sem við gerum rauninni hverju viku brauðsmálning. Að í brauðsmálningu minnumst við þess að blóð Jesú Kristi rann fyrir okkur og líkaminn Jesú Kristi var brotinn í okkar stað. Rauninni við minnumst þess að þegar við förum út í þessa viku, okkur núna þá er samkomin rétt að byrja, en við fáum að fara út í vikuna og við fáum að lofa Guð með öllu okkar lífi. Í skólanum okkar, ég veit að það er mjög mikið í nokkuð skólanum okkar. Í vinnunni okkar, við fjölskyldum okkar og vinum, með því að deila lífið með hvort öðru, þá fáum við að lofa Guð í öllu lífi okkar. Og þannig að við minnumst þess að hendum alltaf samkomur okkar á brauðsmálningu til að minnast þess að þetta er minnumst okkar lífs. Að þetta hér er von okkar. Það að hans líkaminn var brotinn í okkar stað, það að hans blóð var fyrir okkur til þess að við getum eitthvað í staði fyrir fram að Guð og ekki komið eins og þeir í Mattíus 7 sem segja Herra, Herra, sjáðu hvað við gerðum fyrir þig. Þannig við komum og við bendum á Kristus og segjum að þú ert frelsar okkar, þú ert drottinn, þú ert fórn okkar, þú ert sá sem gerir okkur réttlátt. Þannig að við gerum það. Þannig að ef þú ert kristinn, þá biðjum við að þegar við syngjum, þá skal það syngja með en líka biðja, Guð er eitthvað sem ég þarf að laga í þessari viku. Og þegar þú ert tilbúin að koma og taka saman og taka brauð og svo skulum við fagna því að frelsa okkar góð fyrir okkur eftir að fyrsta lagið er búið. En ef þú ert ekki kristinn hér inni, þá byrjum fyrst og fremst, ef þú vilt ekki gerast kristinn, ekki taka þátt í brauðsmálningu því þetta er fyrir þá sem að kalla sig kristna. Við erum að segja þetta er von okkar, þetta er klettur okkar. En ef þú ert ekki hingað tilbúin að kalla þig kristinn, til nokkru dag að segja þú átt mitt líf, þá er þið velkomin að koma í þessu skilti og fagna með okkur dag því að hann hefur frelsað okkur og dáið fyrir okkur. Þannig að skulum biðja og skulum að syngja hérna lag. Heilagur Faðir, við þakkum þér fyrir náðarmæsku, við þakkum þér fyrir trúfestina, við þakkum þér fyrir kærleikann, við þakkum þér fyrir að þú hefur gefið okkur von í vonlausum aðstæðum, þú hefur elskað okkur í öllum aðstæðum. Gott er þú hefur elskað okkur jafnvel þegar við vorum óvinnir þínir og þitt blóð þar rann fyrir okkur til þess að við skyldum vera réttlátt fram með þér. Til þess að þú skyldum vera dýrlegur fyrir miskunn þín og náð í leið okkur og varðið okkur að leiða í okkur og gefum styrk fyrir þessa viku. Gott er megum við boða, megum við standa á kenningu, megum við standa á sannleika. Megum við standa og vita að Jesús Kristur er sannleikur okkar og dýr og sannleikur okkar og von. Því við byrjum að hjálpa okkur að vaksa í trú, von og kærleika. Hjálpa okkur að vaksa í þekkingu á hver þú ert og í þekkingu okkar á hver þú ert. Breyta hvernig við lifum okkar lífum. Við byrjum að byggja þessi kirkju, við byrjum að byggja okkur upp. Hjálpa okkur gott en aða auðvitað sem hótt í dýningar sem aðstæða. Hjálpa okkur að elska í hver þú ert. Hjálpa okkur að umbreytast í ljósið þessum hver þú ert. Takk þér, Faðir. Þinn náðum þessu fyrir verkefni krossum í Jesú heila nafn. Amen.